Komiði sæl, öll sömul. Í þessu myndbandi ætla ég að fara yfir skórkortið og leiðarvísi fyrir Sveinkotsvöll. Fara aðeins yfir hvernig við getum komist í kringum völlinn, vandræðalaust. Til að byrja með ætla ég að deila skjánum mínum. Og við byrjum að sjá hérna yfir þetta fallega bæjarfélag sem að golfklúbburinn Keilir er staðsettur í. Sjáum hérna golfklúbbinn Keilir, Hvaleyrarvöll og Sveinkotsvöll. Sjáum hérna fullt af golfhólum, fallega æfingasvæðið okkar, bílastæði sem einhverjir eru kunnugir að hafa farið í frístundabílinn og labbað út hérna og tekið þetta skemmtilega labb niður í Hraunkot. Sjáum æfingasvæðið og trampólínin, allt slíkt. En ég ætla að byrja bara að fara yfir hvað Sveinkotsvöllur er nákvæmlega og hvernig við myndum taka labbið í kringum völlinn ef við værum að spila hann. Þannig að hér er golfskáli Keilis. Og til að komast út á fyrsta teig á Sveinkotsvelli er það í áttina frá æfingasvæðinu. Þannig að það er þessi gangstígur hérna við hliðina á bílastæðinu sem við löbbum í gegnum holtið hérna. Framhjá, þetta er 15. hlutin á Hvaleyrarvelli sem við löbbum framhjá. Löbbum hér, framhjá, hér er 10. teigur á Hvaleyrarvelli. Löbbum framhjá honum, þannig að þegar við erum að labba hér framhjá þurfum að vera með hausana uppi. Til að sjá til þess að við fáum ekki kúlu í okkur eða við séum ekki að trufla það sem er að slá hérna. En síðan er teigurinn á fyrstu holu hérna og fer hérna yfir á fyrsta grín. Áður en að ég fer kannski yfir teigana á hverri holu, það er að segja hvaða teigum maður ætti að vera að spila á, að það ætla ég bara að fara stuttlega yfir hvernig völlurinn liggur. Þannig að við sjáum hérna fyrstu holu. Hérna er teigurinn, liggur niður hérna á þetta grín. Það eru yfirleitt skilti eða að minnsta kosti gangstígar. Þeir sjást verst núna á vorin. Þeir munu sjást betur þegar grasið vex og maður sér hérna þessa grasstíga. Ég vona að þið sjáið músina sem ég er að hreyfa hérna á skjánum, en maður myndi labba eftir þessum grasstíg yfir á annan teig. Hérna eru teigur 2 og 8 á sama stað. Við sjáum hérna er hola 8. Við erum ekki að fara þangað eftir fyrstu. Við förum á þennan teig hér og spilum holuna hérna upp eftir. Alla leiðin á annað grínið. Þetta er lengsta holan á vellinum og liggur alla leið hérna upp í móti. Erfiðasta holan á vellinum líka. Þannig að gaman að klára hana bara sem holu númer 2. Síðan fyrir við á holu 3, þá er gangstígur beint fyrir aftan annað grínið sem að fer hérna alla leið yfir á 3. Það er grínið hér, þannig að hún liggur svona rétt yfir þennan malarveg og síðan meðfram honum. Þá ættum við að sjá hérna við hliðina á okkur 5. grín, svona okkur á vinstri hönd, en við förum til hægri eftir þessum grasstíg yfir á 4. teig. Það sjáum hérna er önnur holan sem við vorum að spila, 3., 4. liggur síðan beint tilbaka við hliðina á annarri braut. Frá teigunum hér, niður á 4. grín. Ef við erum búin þar, myndum við labba aðeins tilbaka, hérna yfir á 5. Grínið sem er þá okkur hérna á hægri hönd er 7. holan. Ef við myndum fara frá 5. teig, hún liggur hérna í átt að sjónum og hérna iðnaðarhverfinu okkar hér liggur í þá átt á þetta grín hérna sem við sáum frá 3. Þaðan förum við til hægri inn á 7. teig. Spilum hana hérna beint tilbaka. 7. yfir á, við þurfum að labba aðeins tilbaka, við erum á eftirstu teigunum á næstu. Yfir á 7. sem að liggur síðan í sömu átt og 7.
bara hérna aðeins vinstra megin við 7. grínið sem maður spilar hérna upp 7. Þá erum við komin á 8. þar sem teigurinn beint við hliðina á öðrum teig. Hún fer í gagnstæða átt við aðra. Hérna niður að bátaskílunum. Grínið hér. Þaðan löpum við upp, hingað og á 9. grín. Hérna teigurinn, hérna 9. grínið og ég mynd taka þetta allt í einni lykkju hérna í lokin, en ef ég búinn með 9. þá get ég annarkvort farið aftur á 1. teig og spilað aðrar 9 hólur eða komið hérna upp í skála sem að mun opna eftir 2 daga. Þá verður hægt að mæta upp í skála og fá sér panini eða hamborgara eða kleinu eða sódavatn eða hvað það sem maður myndi vilja fá sér eftir hring. Þannig að þetta taka núna bara í fljótu bragði allan völlinn í bara yfirlitsmyndinni sem ég er með hér. Hérna séum við allar hólurnar í einu. Þannig að ég myndi byrja á hólu 1, labba niður á númer 2, labba hingað á númer 3, labba til hægri á númer 4, þaðan á númer 5, til hægri á númer 6, til vinstri á númer 7, 8 og 9. Þá er ég komin hérna aftur við 1. teig og get gert það sem ég vil þaðan. Nú, svona liggur völlurinn. Síðan erum við með þarna teiga á hverju hólu. 1. teigur og 2. teigur og 3. teigur, en á hverjum teig erum við líka með 4 mismunandi teigasett. Þannig að á til dæmis 1. getur maður séð teig númer 28, teig númer 25, teig númer 20 og teig númer 12. Teigur 28 er alltaf teigurinn sem er lengst frá flötinni. Þannig að þetta eru erfiðustu teigarnir til að spila á. Númer 25, hann mun vera aðeins nær. Þannig að við tökum bara 1. hóluna sem dæmi. Við erum komin hérna aftur á 1. hólu á Sveinkotsvelli. Að yfirleitt eru teigar 28 staðsettir hérna alveg aftast á teignum. Síðan eru teigar 25, þeir eru hérna aðeins nær. Síðan eru við með teigasett 20, þeir eru yfirleitt hérna fremst á aftasta teignum. Síðan eru við með teigar 12, þeir eru alltaf næst gríninu og þeir eru mjög oft bara hérna í byrjuninni á brautinni. Ástæðan af hverju þessi teigar heita 28, 25, 20 og 12 að það er bara eftir heildarlengdinni á vellinum af þessu teigasetti. Þannig að teigar 28, ef maður spilar 9 hólur þar, þá eru þær 9 hólur 1400 metrar og ef maður myndi spila 18 hólur sem að væri heill golfhringur, þá myndi maður spila 9 hólur tvisvar. Það myndi vera samtals 2800 metrar, þar að leiðandi nafnið teigur 28. Þannig að þetta gerir það svolítið einfalt ef maður er að flakka á milli valla, bara geta séð hversu langur völlurinn er og þar að leiðandi hvaða lengd maður vill spila frá. Þannig að þið getið ímyndað ykkur að þeir sem eru að byrja eru kannski að spila sinn fyrsta hring. Við myndum alltaf mæla með að fara bara á teiga 12, fremstu teigana. Sérstaklega ef við erum bara að venjast að mæta út á golfvöll, að sjá hvernig hólurnar liggja. Við erum að æfa okkur bara að spila eftir réttum leikhraða og kynnast öllu því sem að þarf að kynnast þegar maður er að byrja í golfi. Ég myndi alltaf mæla með bara að taka nokkra hringi á fremstu teigum og sjá hvað maður getur gert þaðan. Síðan eftir því sem að manni líður betur og betur og höggin kannski fara að batna og batna, þá getur maður alltaf fært sig aftar og síðan eru hérna teigasett 28 að það eru teigarnir á Sveinkotsvelli sem að maður myndi spila á ef að maður vill spila til forgjafar. Þannig að við förum yfir það betur í næsta myndbandi hvernig maður skráir skor inn og hvernig maður reiknar punkta og því líkt, en það er einungis hægt á öftustu
teigunum á Sveinkotsvelli. Ef maður spilar á Hvaleyrarvelli, þar eru teigarnir 48, 54, 57 og 63, þannig að það eru talsvert lengri vellir. Þar er hægt að spila til forgjafar á öllum teigunum út af völlurinn það langur. Á Sveinkotsvelli það bara öftustu teigarnir sem við getum spilað til forgjafar. Þannig að það væri kannski markmið hjá einhverjum sem að byrja núna að geta klárað allar holurnar undir 10 höggum eða undir 9 höggum á fremsta teigasettinu, og þegar maður orðinn nokkuð góður í því þá getur maður fært sig aftar og ef maður kominn á þann stað að geta gert það af öftustu teigum, þá getur maður fara að spila til forgjafar og reynda að lækka sig. Ekki að það sé neitt undirstöðuatriði af því að spila golf. Við hvetjum sem flesta til að fara út á völl, þótt að þið hafa aldrei farið áður. Prófið að skrá ykkur á rástíma. Ef þið hafa ekki horft á fyrra myndbandið hvernig maður skráir sig á rástíma, þá það líka inni á spjallinu sem ég sendi þetta myndband. En byrjum bara þá á fyrsta teigasettinu, náum að klára eins margar holur og við getum. Vonandi getum við komist í það að klára 9 holur í sumar eða eins margar og við getum, eins og ég segi, og bara vanist í aðeins að vera út á golfvelli að spila golf. Einn hlutur í lokin. Ég mæli með að taka skorkort, þetta inn í golfbúð, og ég mæli með að skrá skorið sitt ef maður vill fyrir sig og spilafélaga. Það hægt að fara í alls konar leiki og keppni þegar maður út á velli sem við förum kannski yfir á einhverjum tímapunkti, marga mismunandi leiki sem hægt að spila. Einnig, í staðinn fyrir að taka skorkort, ef maður skilur ekki alveg hvað að gerast hér, einfaldari leið sem hægt að fara fyrir þá sem að bara geta ekki beðið eftir því að bæta við öðru appi og meiri tækni inn í líf sitt. Þá hægt að fara og finna app sem heitir GLFR. Keilir í samstarfi við þetta app og þarna hægt að finna golfklúbbinn Keili. Þannig að maður getur, og ef maður í golfklúbbnum Keili, ef maður skráir sig inn á appi, þá það í gegnum Golfbox. Maður sér svipað og hér, bara sérstaka síðu fyrir golfklúbbinn Keili. Maður getur valið Sveinkotsvöll og maður getur haldið utan skorkortið sitt. Maður fær GPS staðsetningu á hvar maður á vellinum og hversu langt það í teiginn sem maður á eða greenin. Maður getur haldið utan skorið sitt og spilafélaga og fengi alls konar fréttir frá golfklúbbinum, en aðalega það sem að mér finnst skemmtilegt við þetta að geta haldið utan skorið hjá mér og spilafélagunum á sama stað og verið með lengdirnar í holuna sama hvar ég á vellinum. Þannig á skorkortinu þá erum við alltaf með hversu langt frá teignum, en síðan maður kannski komin að miðja braut á annarri og þá getur verið fínt að vita hversu langt maður frá, og það hægt að gera á þessu appi. Annars ekkert meira sem að ég vil koma frá mér í dag. Við munum fara yfir forgjöf og hvernig maður skráir inn skorið sitt til forgjafar í næsta myndbandi. En það ekki meira í bili. Takk fyrir mig.